Velkomin í meistaramánuð. Nú mánuðurinn alveg að klárast og hvað þá? Hvernig höldum við áfram að vera meistarar? Eða eins og við KR-ingar köllum það, hvernig verjum við titilinn? Það hefur verið ótrúlega gefandi að sjá hversu margt fólk hefur tekið sig á í einhverju í meistaramánuði. Sett sér markmið, drifið sig að stað, lifaði í núinu og hvatt hvert annað. Heilsum aðeins upp á fólk. Markmiðið mín í meistaramánuði er að fara 2 sinnum í viku í hotjóka, borða hollari mat og læra eitt nýtt lag á gítar. Markmið mín í meistaramánuði er að borða fisk einu sinni í viku og fá 8 tíma svefn á hverju nóttu. Í meistaramánuði ætla ég að slökkva á öllum raftækjum eftir kl. 10 og panta með tíma hjá Hjartavernd. Markmiðið mín í meistaramánuði er að vakna fyrr og gefa mér tíma fyrir vinnu og að drekka minnstakosti 2 lítra af vatni á dag og að ná að planka í 5 mínútur. Í byrjun febrúar hittum við hana Sölkusól og fengum að vita hvað hún ætlaði sér að gera í meistaramánuði. Eitt af markmiðunum er kannski að halda mínu striki svolítið sem ég er búin að vera að gera síðan áramótin. Tók mataræði svolítið í gegn og hætti sykri og hveiti og hannig. Svo setti ég mig það markmið að klífa fjall 3 sinnum, 3 helgar. En hvernig skildi henni ganga? Það er búið að ganga ótrúlega vel og stundvísinn, fólk sem er alltaf seint, ég skil stundum ekki hvernig það getur gert sjálfur sér það, af því að maður stressast upp og maður stífnar allur og maður verður pirraður og maður verður leiður, fólki þarf að bíða eftir manni og maður þarf að byrja að afsaka sig og eitthvað svona og það lagast svo mikið við það að vera á réttum tíma. Og svo er bara restina af mánuðinum með því að klára markmiðin mín og klára fjöllin og bara vera ánægð með mig. Það eru margir að taka þátt og fólk er að setja sér alls konar markmið. Mér finnst búið að vera svolítið forvitnilegt að fá að heyra markmið hjá öðrum, bara eins og þú að hætta að nota enskuslettur. Og eins og einn félagi minn sem ætla að knúsa fjölskylduna sína aðeins meira og annar sem ætlar að byrja að nota tannþráð. Meistaramánuður eða ekki, sko, þá er alltaf hægt að setja sér eitthvað svona lítil og sæt markmið. Þegar að maður stendur við sett markmið, þá er það mjög hvetjandi og það fær mann til að halda áfram. Akkurát. Og ég held að það verður núna bara fast inn í rútínunni minni að gefa mig tíminn auka í allt það sem ég geri. Og kannski nærðu ekki öllum markmiðunum þínum, en þú náðir stórum hluta og það er kannski það sem maður á að geyma og halda í. Hvernig tökum við allt það góða sem við erum byrjuð að gera og höldum því áfram? Hvernig breytum við venjum til langframa? Fyrst þá þurfum við að átta okkur á því, er þetta eitthvað sem við viljum halda áfram að gera? Markmiðið í meistaramánuði hefur verið að hreyfa sig í klukkutíma í senn 3 viku. Við erum búin að fá mánaðar reynslu af því hvernig það hefur gengið, hvort okkur líður betur eða verr. Og það var eiginlega svona fyrsta skref til þess að gera þetta vana, er að gera topp 10 lista. Topp 10 góðar ástæður fyrir því að ég ætti að hreyfa mig 3 viku. Næsta skref er að gera topp 10 ástæður, topp 10 góðar ástæður fyrir að hreyfa mig ekki. Það gæti verið eins og meiri tími með börnunum, minni kostnaður við líkamsræktarkortið eða eitthvað svoleiðis. Þegar maður er búinn að gera topp 10 ástæðurnar fyrir að hreyfa sig ekki, þá skoðar maður það, hvernig get ég komið í veg fyrir það að ég noti þessa ástæðu til þess að fara í hreyfingarleysi. Segjum sem dæmi að ein ástæðan væri tímaskortur. Þá getum við litið á það sem hindrun í áttina að því að ég muni gera þetta af lífstíl. Þá skrifa ég hindrun, tímaskortur. Og hvernig ætla ég að hoppa yfir þessa hindrun? Sem dæmi, þegar það er mikið að gera í vinnunni, sem gæti verið alltaf síðustu vikunni í mánuðinum, hvernig ætla ég að involvera hreyfinguna inn í þann tíma hvers mánaðar? Hvernig ætla ég að hoppa yfir þá hindrun? Þannig í rauninni erum við auka líkurnar á því að við gerum það sem hefur verið markmið í meistaramánuði að lífstíl. Margir hafa sagt okkur frá markmiðum sínum í meistaramánuði, en hvernig ætli þeim gangi? Ég setti mér það markmið að minnka alla plastnotkun og vera dugleg að taka með mér mat á æfingar. Ég tek alltaf með mér taupóka til dæmis út í búð þegar ég fara að versla í matinn. Ég kaupi aldrei plastpóka, en að taka mat á æfingar, það gengur líka bara nokkuð vel. Þetta er með takmark af 1000 framlögum í meistaramánuði. Það gengur mjög vel. 700 komin, hitt er piece of cake. En munið, að framlagið er þannig. Það er til einni stærð og fyrir öllum vel. Staðan á mér er þannig að ég fór í vikuferð til Bandaríkjanna að læra á snjóbretti og þar fékk ég mér alveg frábæran kennara.
Hann kenndi mér fullt af æfingum, tók mig alveg á toppinn á fjallinu og þetta bara rosalega skemmtilegt og ég svolítið ánægð með þetta. Eitt af markmiðunum mínum í meistaramánuði var að semja dans með dóttur minni sem við tökum saman í lok mánaðarins og ætlum að sýna ykkur smá. Eitt af því sem þarf yfirleitt langan tíma til að virka eru fjármálin, sparnaðurinn. Tökum stöðuna á peningunum og heimilisbókhaldinu. Ef hugmyndin svo að reyna að halda þetta út, sem ég held að sé máli hjá flestum, þá bara ein töfralausn. Alveg sama hversu mikið búið að segja okkur sparnað og hvað það sem að virkar, þá í rauninni bara eitt sem að virkar alltaf. Og það það að sparnaðurinn sé sjálfvirkur. Hann sé reglulegur og hann sé sjálfvirkur. Eins og séreignarsparnaður Séreignarsparnaður þannig að þrátt fyrir við kannski höldum hver einustu mánaðamót og við höfum ekki svigrúm til þess að spara, að þá þorri landsmanna að spara í séreignarsparnaði. Og það gert vegna þess að millifærslan á sig bara stað mánaðamót og við erum ekki að rökræða það við okkur sjálfum hver mánaðamót hvort við höfum efni á því eða ekki. Þetta bara gert fyrir okkur. Og þeir sem eru að spara með þessum hætti, hvort sem það í séreignarsparnaði eða utan séreignarsparnaði kerfisins, eins og vonandi flestir eru að gera líka, að þá virkar þetta. Sjálfvirkur sparnaður, þar sem millifærslan á sig bara stað án þess að við vitum að því, það skiptir gríðarlegu máli og þýðir að við höldum þetta út til langstíma litið. Meistaramánuður gengur út á að setja sér markmið og breyta venjum. Það hefur hver sinn stíl eins og sjá má. Í meistaramánuði 2017 þá ætla ég að fara fyrr að sofa á kvöldin og vakna fyrr á morgnana og vera þar af leiðandi hressari yfir daginn. Í þessum meistaramánuði þá ætla ég að stíga aðeins tilbaka úr háhraðasamfélaginu, hugleiða að minnsta kosti 10 mínútur á dag og læra að meta þessa einföldu hluti í lífinu. Markmiðin mín að mæta í ræktina 3 sinnum í viku, fara snemma að sofa og borða bara nammi á laugardögum. Markmið mín að vakna sig á morgnana, halda mig við teygirútinu sem ég kom í ganginn á morgnana og svo ég að klára að gera upp íbúð. Ég vil taka myndir af íbúðinni í lok mánaðarins og vonandi mun ykkur rýpinna mynd sem ég setja á Pinterest. Fyrir nokkrum vikum þá hittum við Ævar og kynntumst markmiðum hans. Ég ætla að setja mér þau markmið. Mér langar að hreyfa mig meira, borða hollari mat og mér langar að lesa meira. Nú komið tími til að athuga með okkar mann og sjá hvernig gengur. Hvernig þetta búið að ganga? Þetta ekki búið að vera auðvelt stundum, af því eins og ég sagði þegar við spjöllum síðast, finnst mér ekkert svakalega gaman að hreyfa mig, en það líka kannski svolítið hugarástand. Þannig að ég bara fór inn í þetta með jákvæðu hugarfari og það breytti svakalega miklu. Engin skyndibiti búin að vera bara síðan meistaramánuður byrjaði. Ég bæði búin að lesa bækur, svo hef ég svolítið verið að hlusta á hljóðbækur og ég get hlustað á þær í ræktinni. Þannig að þarna getur svona sameinað tvennt sem ég ætlaði að gera. Þannig að þetta er búið að ganga bara nokkuð vel. Ég hefði örugglega verið búinn að panta með pítsu eða fá mér hamborgara ef ég hefði ekki verið búinn að tilkynna það í sjónvarpsþætti að ég ætlaði ekki að gera það. Þannig að það er búið að hjálpa mér, en líka bara einhvern veginn ákveða með sjálfum sér og hugsa bara, ég ætla ekki að svindla á sjálfum mér. Ég ætla að athuga, þetta eru 4 vikur, valla, febrúar stuttur, þannig að mér langar að sjá hvort ég geti þetta. Og enn sem komið er, að þá gengur þetta. Þú hlýtur nú að hafa verið nálægt í að klikka einhvern tímann á markmiðinu. Það var fyrir nokkrum dögum. Þá var ég svakalega svangur og ég var ekki ennþá búinn að komast heim til að elda. Klukkan var orðin margt og ég var á leiðinni annað, þannig að ég hugsaði með mér, já, ég get skotist inn einhvers staðar. Og það einhvern veginn í huganum á mér voru bara skyndibitastaðir í boði. Og ég var búinn að leggja fyrir utan einn slíkan. Þá fæ ég skilaboð á Facebook á einskæru tilviljun frá þér þar sem þú spyrð hvernig gengur. Og þá fekk ég bara svona, ég má ekki. Þannig að ég hugsaði með mér, allt í lagi, ég get farið inn á staðinn, ég get séð hvort það sé eitthvað hollt í boði. Og á matseðlum, viti menn, var eitt einasta salat og ég endaði á að fá mér það. Þannig að takk fyrir þetta, þú ert svona verndarengill, passar að ég fari mikið að voða. Sérðu fram á að halda áfram að vinna markmiðunum eftir meistaramánuð? Já. Til dæmis eins og bara núna, ég miklu meira farin að elda heima, sem ógeðslega gaman. Þannig að ég mun tvímælalaust halda því áfram og sömuleiðis með ræktina. Núna þegar maður er kominn með grunninn, þá hefur maður eitthvað gott til að byggja á og ég vil algjörlega klárlega halda því áfram. Senn líður að lokum meistaramánaðar í ár. Þetta er búið að vera meiri háttar skemmtilegt og gefandi og við erum búin að læra helling. Og ekki síst okkur sjálf. Það eru nokkrir dagar eftir að febrúar og nú bara að taka breytingunum fagnandi og gera bættar venjur að lífstíl. Takk fyrir samfylgdina í meistaramánuði og ég hlakka til að hitta ykkur á ári liðinu í næsta meistaramánuði. Þangað til,
Gangi ykkur vel.